Það vill þannig til að ég held að síðustu 4 eða 5 dagskrárdaga höfum við á samstöðinni fjallað tónlist með einum eða öðrum hætti og við ætlum að halda því áfram. Mér skilst að framundan sé mikil kórahátíð, hvort hún kölluð Norrbúsang eða eitthvað svoleiðis, ég nú ekki góður í skandinavískunni. En sem sagt, mikið framtak þar sem að mér skilst, fáum betri svöru þessu eftir að ungt fólk sé að leiða saman hesta sína. Og það eru konur 2 kórstjórar til þess að ræða kunstina að syngja sig í gegnum lífið í kórstarfi, ekki síst þegar maður er ungur. Ásta Magnúsdóttir, vertu velkomin. Takk fyrir. Og Lára Rut Klausen, velkomin. Takk fyrir. Fór ég rétt með, er mikil viðburður framöndan, mikil kórastefna á næstunni? Já, við erum að fá 400 manns á Kársnesið. 400 manns? Já, 350 börn og ungmenni. Já. 315 börn sem eru fara bara að syngja í smiðjum, 5 ólíkum smiðjum eftir aldri. Við erum með æðislega flotta íslenska listamenn. Í smiðjum? Stendur þetta yfir dögum saman? Já, þetta er 5 daga mót frá 13. til 17. maí. Já. Endum á, og svo er búið að semja fyrir okkur nýtt íslenskt kórtónverk. Þá Tryggvi M. Baldvinsson sem samdi Valhoppar vorið. Sá mikli meistari. Já, og það, öll börnin syngja það saman, en svo munu þau líka flytja á lokatónleikum okkar í Digranesskirkju, laugardaginn 16. Afrakstur smiðjuvinnunar, sem að hefst á uppstigningadag. Norrbúsang er norrænt kóramót sem er haldið árlega, byrjaði 87. Já. Og reynda var ekki árlegt til þess að byrja með. Flakkar það á milli Norðurlandana? Já, við skiptumst á og þetta er 5. skipti sem við höldum til Íslandi. Og ég fór á það 2018, þá var það í Garðabænum. Þá fór ég með kóruna mína frá Húsavík og svo erum við bara núna að halda þetta. Ert þú frá Húsavík? Já, ég er frá Húsavík. Var kórstjóri á Akureyri og Húsavík. En býrð þér ekki núna? Ég býr í Kópavoginum. Býrð í Kópavoginum? Hvað með þig? Kópavoginum, Kársnesinu. Ég er fædd upp á þessum mótið fer fram. Já, það er einmitt. Nei, hún er bara heima mær, sko, já. Heyrðu, já, og hérna, þetta hljómar mjög spennandi. Og þegar þú segir að það sé afrakstur smiðjuvinnunar, hvað er fólk að læra í þessum smiðjum? Hvað er það að syngja? Hvað er það að gera? Tóta Björns, Sú, Aðal, Hin eina sanna. Og dóttir hennar Þóra Martins er einmitt í stjórn Ungi kór sem við stofnuðum í fyrra. Já. Og hún verður með yngstu börnin. Já. Og svo verða Ingibjörg og Siggi með smiðju. Og svo Steinun og Keli. Steinun úr Reykjavíkudætrum og Keli úr Agent Fresco. Já. Og svo kemur ung kórstýra sem býr í Oslo og er í stjórn Ungi kór í Noregi og Oslo. Hún heitir Rebekka, hún er fiðluleikari og kórstýra í Oslo og hún ætlar að vera með eina smiðju og með henni verður maður sem að spila á langspil og þau eru með eina smiðju. Og svo verður hún Helga Margrét Marselíusdóttir, Ísfirðingur, ásamt Kristjáni, Hrannari organista í Hjalla og Digra, þau vinna í Hjalla og Digraneskirkju. Og hún verður með elstu börnin. Er ég að gleyma einhverju smiði? Nei. Þannig að þetta eru 5 smiðjur. Já. En svo þurfum við líka að æfa þetta lokaverk, öll saman, öll 315 börnin. Eftir Tryggva? Eftir Tryggva. Valhoppar vorið. Og það verða ókeypis aðgangur í Digranesskirkju klukkan 4, 16. Það er allt að gera 16. maí. Sveitarstjórnarkosningar, Eurovision, allt sama dag. Eurovision má nú kannski ekki tala um það. Ertu ekki að grínast? Nei, og við með lokahátíð. Já, Eurovision verðum við taka þátt í því. Nei, og norðmenn með heilagan dag, 17. Þannig að það voru mjög fáir kórar frá Noregi sem ákveða að koma því að þeir geta bara ekki verið í burtu 17. maí, að þeir er þjóðatíðadegi. Samt fylltist öll skráningin leið. Já. Já, er það? Já, og fullt af kórum sem hefðu vilja koma en bara því miður náðu ekki plássi sem er
lána jólinni því að gaman að vita að fólki langar að koma. Sko, þetta kemur svolítið óvart. Ég held að var allir krakkar í Íslandi hættir að syngja. Ég held að allir skólarnir væru hættir að láta okkur fara í röð og jafna bilin og syngja svo. Og, sko, ég var nefnilega í skóla þar sem var söngur á dagskrá 2 klukkutími ykkur einustu viku, svolítið langt síðan, austur í Mývatnssveit. Eins og á að vera. Já, eins og á að vera. En ég held að væri búið að útrýma þessu öllu. Ég held að við værum, öll börn væru bara í á internetinu, þau væru með headphone og þau hefðu ekki áhugað þessu. En þau eru að segja mér að svo sé ekki. Aldeilis ekki. Og það einmitt nákvæmlega það sem að við í ungmennaráðinu erum að reyna að benda fólki á að við erum ennþá að syngja í kórum og það eru krakkar sem fá að syngja í kórum og markmið að allir sem vilja syngja í kór fá að syngja í kór og eitt af þeim leiðum sem við erum að reyna að lýsa á þetta máli með samfélagsmiðlum okkar, Ungi Kór Ísland og þar erum við núna búin að taka viðtöl við krakkar sem í kór og bara spyrja þau af hverju syngur í kór. Já, skemmtilegt. Og þetta eru krúttlistu svör sem ég heyrti í mínu lífi því þetta allt frá mamma sagði mér að gera yfir í mig langar að verða einsönguri og það bara allt í lagi og það allt löglegt og þú mátt gera það sem þú vilt. Þetta fallegt. Hvað eru yngstu börnin gömul sem í kórstarfi? Sko, ég var nú með 3 söngsali í Smáraskóli morgun og 3. söngsalurinn var einmitt leikskólinn, hana Lækur og Arnarsmári og á Arnarsmára nú bara kór. Þannig að þú sér það virðist vera kórar í leikskólum líka. Já, niður í svona 5 ára, já. 5 ára. Og ég held bara að geta öll börn verið í kór. Og krúttakórar í Langholts og hjá okkur í Fríkirkjunni. Við erum með 5 og 6 ára kór sem að langu bylist á. Og mínir kórar í Smáraskóla eru annar upp í 10. bekkur, með 2 kórar þar, 80 börn í 2 kórum. Og þess það geta allir sungið. Sko, áður við förum aðeins meira í svona heimspekina sem felst í því að vera syngjandi krakki eða ungmenni í kór. Þá veit ég að því þið nefnduð aðeins áður við settst við rauðaborðið. Ég veit að þið hafið verið að leita að fjáröflunar, þið hafið verið að leita styrkja fyrir þessa miklu hátíð sem framöndan Og það ekki gengið sem skildi. Viljið þið ræða það? Já, við sóttum norræna styrk eins og öll félögin Ungi Kór Norge, Ungi Kór Sverige og það Dunki í Finnlandi og Kórlíf í Danmörku. Þetta 10 félög í Norrbúsangráðinu. Og við stofnum Ungi Kór í fyrra að því að félagi þarf að vera fyrir börn. Þetta ekki félag kórstjóra, þetta félag fyrir börn frá 0 til 26 ára. Og í Ungi Kór og í Norrbúsangráðinu svo regla að þú ferð ekki að senda fulltrúa í Norrbúsangráðið nema þú sért með ungmennaráð. Þannig að Lára var svo frábær, takaði sér að vera formaður og hjálpa okkur að stofna Ungmennaráð Íslands því að rödd ungmenna, barna ungmenna á að heyrast. Ungmennaráð Íslands. Já. Ungi Kór. Ungmennaráð Ungi Kór Íslands. Þannig að hún formaður þar og ég formaður Ungi Kór Ísland. Og við sóttum þennan styrk eins og allir aðri hafa gert. Hvert? Þetta einhverju norræni styrki, þessi heiti 0 til 30, 0-den. Nei, ég meina sko, hvert fór styrk umsóknin? Þetta ekki norræna ráðherranefndin eða norræna ráðherranefndin. Þetta eitthvað svona norræni styrkir sem eru alltaf í boði. En í fyrsta skipti í sögu Norrbúsang, þá fengum við bara synjun. Og þetta var pínu skellur í síðustu viku. Hver var rökstuðningurinn? Bara það voru svo margar flottar umsóknir aðrar. Þannig að við sóttum 2, sóttum í haust, fengum synjun og fengum aðstoð við að laga umsóknin og lækka upphæðina sem við sóttumst eftir. Og fengum aftur synjun. Þannig að það var pínu svona skellur því að hinn félögin sem eru ríkisrekin, það eru peningar settir á öllu Norðurlöndunum til þess að halda út til svona Ungi Kór starfi og halda út til skrifstofum með starfsfólki sem bara sinna barna og ungmenna kórum. Þetta þurfum við, finnst mér, að laga hér á Íslandi. Það svo margt sem að mér finnst við þurfa að laga í listalífinu á Íslandi. Það sem myndir bæði fyrir ungt fólk, börn og þá sem eldri eru. Og við vitum að það eru fleiri 1000 börn í kór. Við vitum það. Og
Og þjóðkirkjan að standa sig, söngmálastjóri hjá þjóðkirkjunni að standa sig fyrir þau börn, en það náttúrulega ekkert öll börn í kirkjum, skiljið, það skólakórarnir líka og kórar í tónlistaskólum og allavegana og það svo mikilvægt að við getum haldið utanum þetta starf og það eru bara sjálfkrafa öll börn á Íslandi félagar í Ungi Kór Ísland. En hvað gerðuð þið þegar ykkur var ljóst að þið fengið ekki opinberar fjárveitingar? Hvernig farið þið þá að núna? Við erum bara að breyta og hagræða og sleppa þess og sleppa hinnu og það eitthvað sem að íslenski kórstjórar kunna þá það bjargamálunum og reynir sitt besta því að það verður engin helvítis ostur og rúbröðu og þessar Nei. Og þetta líka bara ef þú færð að fylgjast með börnum á kórumúti ég skal lofa þér því að þú munt aldrei gefast upp á því að halda hann á kórumút því að fjármál verða alltaf fjármál en syngjandi börn sem stíga yfir allt sitt og fá síðan mat sem náttúrulega bara, þú veist, svolítið mikið nöðsynlegt að þú munt alltaf berjast fyrir því að finna einhverja leið. Við gefumst ekkert upp. Við ætlum að halda gott mót. En við hins vegar það ákvæmst ekki að vera markmiði hjá okkur að þurfa að vera að berjast fyrir því að því að þetta svo mikið nöðsyn í lífi barns. En ef einhver að hlusta á okkur eða horfa á okkur núna og langa til þess að styrkja þetta framtak, hvert getur við komandi snúið sér? Senda tölvupóst á ungikór@ungikórisland. Bara endilega. Kannski koma bara peningar á morgun. Já, það bara spurning. Það aldrei að vita. En það sem að líka Ungi Kór markmiði líka það einmitt að fá tónskáld eins og Tryggva sem að við náttúrulega þurfum að borga fyrir svona verk menn fara bara ekkert í sitt stúdíu og semja verk að hans að fá greitt fyrir það að þetta markmiði líka með þessu Norðbúsang það hafa verið á langflestu Norðbúsangmót sem ég farið á þá verið að frumflytja ný kórverk. Þannig að þetta menningarlegur hápunktur. Þetta alveg rosalega mikilvægt. Þetta ekki bara svona eitthvað krútlegt með börnunum, þetta bara glæsileg. Mikil sköpun sem fer fram og mikil frumsköpun. Líka bara þessi börn að ferðast, þau að fá að sjá Ísland, þau að sjá allt annan kultúr, þau að kynast hvort öðru, þau leika sér með einhverja og tala saman á skandinavískum tungumálum og reyna að babla sig áfram og skilja jafnvel ekki neitt, en svo farið að syngja saman og þá skilja það. Og þá eitthvað að gerast og fara í Olsen og spila og skutlukeppnir og alls konar og þetta bara svo ótrúlega mikilvægur partur af uppeldi barna. Og markmið okkar einmitt að við reynum að sleppa enskunni eins og við getum. Og við svona blöndum saman í blandin og visk og bara blöndum þessari skóladönsku sem við kunnum og svo svo gaman fyrir einmitt krakkana okkar í kórum sem að kunna norrænt tungumál. Þau fá svo mikið hlutverk því að þau eru að hjálpa okkur að túlka. Ég með dönskumælandi stelpu og hún bara hjálpar svo mikið til. Hvernig með krakkakóra? Skipa maður stúlkum í allt og sóbran eða syngja alls röddina eða? Já. Það fer bara rosa mikið eftir. Ég sungi tenor í stúlknakórum sem þá bara, þú veist, það var flott útsetning og við getum alveg sungið það. En einmitt eins og hún Tóta, því ég var nú í kórhjáni Þórunni, henni Tótu, í Karlsskóla, að þá söngstu bara það sem vantaði. En það líka, við erum líka, ég komst að því seinna, ég var afskaplega ofdegruð með að við restan af Íslandi í Karlsskóla, að ég var í kór síðan ég var í fyrsta bekk. Og mér fannst það að sjálfsagast í heimi, þú ferði í íþróttir, þú ferði í starffræði, þú ferði í kór. Þannig að þegar ég var þegar ég var í 10. bekk þá vorum við að syngja á jólagestum Björgvins hjá honum blessunum og þá vorum við að syngja 5 rata verk og það bara mjög eðlilegt af því að þetta þú þjálfar þig upp í því en svo eru líka kórar sem eru æðislega fallegir og syngja kannski 1 rata verk en þau eru að syngja sem svo æðislegt og á kóramótinu rosalega flott að sjá stigsmunin hjá yngstu börnunum sem að byrja að læra og byrja bara að koma fram, þetta líka bara ótrúlega erfitt og en svo rosalega gefa þetta líka og að síðan sjá miðstíð þar sem þau eru kannski farin að gera 2-3 raddir og svo elstu kóruna sem eru reynilega bara að afreka allt það sem þau hefa gert ótrúlega flott hjá þeim. Það svona þróast bara. Ég náttúrulega bara á 5. ári í Smáraskóla
Þannig að fyrstu 3 árin þá sungu við bara einrata. En nú ég með krakka ár 5. upp í 10. bekk og við syngjum 2-3 rata öll lög sko. Þetta bara eitthvað sem þú þarfst að þjálfa. Já, og þetta bara þjálfast hlustuninn og eins og hún Björg sem líka í stjórninni, að ég mæli með að hver einn og einasti fari og lesi ritgerðina hennar, því að hún gerði ritgerð þar sem hún var að sýna fram á það hvað kórsöngur hefur mikil áhrif á lestrarhraða og lestarskilning og alls konar. Málvitund og... En sko, lesa allir krakkar í kórum nótur? Alls ekki. Nei. Alls ekki. Nei, það ekki skilyrði í svona framanaf, það hvað maður á að segja. Nei. Ég kenni rosalega mikið eftir eyranu. Já. Það eru einna helst krakkarnir sem eru í tónlistaskóla eða skólaljónsettinni, hjá mér í Kópavogi. Já. Þau vilja fá sína nótur, þau kunna lesa nótur og fá sína nótur og það er bara gott að blessa, en það er engin krafa á hina og þau eru bara ótrúlega fljóta að læra eftir eyranu. Mjög svo. Þú veist. Já, það er bara, þetta er náttúrulega svo margt í þessu, það er að tilheyra, það er eignast vini, það er að búa til þess að fegur sameiginlega, það er að fara heim og æfa sig og gera betur í því, þetta er náttúrulega bara uppskrift að góðu lífi. Já, og svo þetta sem að víst PISA-könnunin segir að skorti hjá íslensku börnum, það er samkenndin. Ég veit það. Og það er ekki hægt, ég skal bara fullyrða það er ekki hægt að syngja í kór nema að finna fyrir samkennd. Þetta er... Við erum lið. Þú veist, ég á kór Getur þið ekki búið til eitthvað slagorð þetta? Já, ég á kór systur og bræður sem að ég söng með í Kammerkór Norðurlands, Kvennakór Húsavíkur, ég er búin að syngja í kór, mamma og afi minn voru kórstjórar en ég er búin að syngja í kór frá því að ég var. Mamma þín? Já. Hólmfríður Benediktsdóttir. Já. Og afi var líka kórstjóri, þannig að ég er 3. kynslóð kórstjóra og við erum 3 í stjórninni sem að eiga mömmur sem eru kórstjórar. Þannig að þetta er okkur svona í blóð borið. Þetta böl liggur í ættum. Það er víst. En ég get ekki hugsað með lífið án þess að vera í kór. Nei, ég trúi því alveg. Og mér finnst þetta mikil gjöf og forréttindi að ég var aðeins staðra við kóra. Og svona, oft er það bara einhverju vini mínu sem eru í svona kórastarfi og ég er að fylgjast með því hvað eru glaðir og svona og ég er alltaf á leiðinni, ég kannski enda í það. Kannski þetta dagurinn í dag. Þetta er svo góður félagskapur og það er einhvern veginn eins og ég segi með þessa samkennd, það er þetta er svo þroskandi. Maður þykir svo vænt allt og alla. Já, og svo bara þessi gamla klísja að þú syngur ekki reiður. Þú syngur ekki dapur, jú, þú sungir dapur, en ef þú ert eitthvað bara, reiður maður getur ekki sungið. Já, hann verður allan að fljótt mjög glaður. Já, hann breytist mjög hratt. Algjörlega. Útrásin. Og það er það sem við sjáum alveg að þau koma stundum til okkar á kóraæfingar og það er eitthvað búið að ganga á í lífinu eða í skólanum. Og svo fara glöðustu börn í heimi frá manni á kóraæfingum. Koma með smá hotn og halla og svo bara vaksa út engla á engirni. Algjörlega. Og líka bara feimnin, það er eitt af ótrúlegasta sem að því nú hef ég verið aðstofkórstjóri í Fríkirkjunni Reykjavík í 5 ár, síðan ég var 17 ára. Þannig ég var gripin af einum af þessum kórstjórum og er afskaplega þakklátt fyrir það og það fallegasta sem ég fengið að sjá þar er barn sem að grét og vildi ekki koma á kóraæfingu og átti svo erfitt með það því að hún var svo feimin. Þetta barn er búið að vera hjá okkur í 5 ár. Hún er fyrst til þess að knúsa alla 9. Hún er fyrst til þess að hjálpa að æfa með þeim og allt þetta gerðist á svo stuttum tíma og hún hefur blómstrað svo og þetta er ótrúleg upplifun að fá að fylgjast með þessum börnum, koma kannski feimin og lítil í sér og enda á því að dansa fyrir framan fulla kirkju. Þannig að vinna allir að vera í kór. Að ég er oft spurð sko, fyrsta skipti sem börn fara með mér á kóramót, en hver fær bikarinn? Hvenær fáum við verðlaunapenning? Það er ekki svoleiðis. Okkar kóramót, við erum öll að vinna. En er ekki skellur að vera drengur í kór? Og svo fer maður í mútur og allt í einu bara koma ekki hljóðin sem að maður hafði vanist að kæmu og heimur manns hrynur og mann er bara sagt að bíða í einhver ár. Er þetta ekki basically þannig að vera drengur í mútum í kórstarfi eða eitthvað? Það er ekki mín reynsla. Ekki mín. Nei. Það er aðalega bara þú þarft að
takast á við þig sjálfan og að bara sætta þig við aðstæðan sem þú ert í því að þetta er tímabundið en þér er velkomið að syngja í kór á meðan. Þá lærum við bara á röddina og þá lærum við bara nýja aðstæðunar og nú var ég í MH-kórnum og ótrúlega mikið af krökkum sem voru kannski á testosterónpillum og það er ótrúlega fallegt að fylgjast með því og hvernig þau ungmenni læra bara á nýju röddinu sína. Þannig að það er líka fullt af fólki sem verður aftur og mútur og alls konar og þetta þú getur alltaf sungið. Þú þarf bara finna bara, bara hvað raddsviðið er núna. Þú bara ferði þá rödd þar sem þitt raddsvið passar. Hvort sem það er sópran, altenor eða bassi. Þannig að það er lygi að lægvirkjar breytist í krákur í mútum. Já, það er ekki. Það er bara, komdu og voice-krakka eins mikið og vilt. Bara endilega. Syngdu bara, þetta á að vera gaman. Já, en hvað ætli stelpur séu hátt hlutfall þeirra sem eru í kórum? Fyrir svolítið eftir aldri. Já. En það er alltaf meiri hluti af konum. En hins vegar eru kallakóranir. Kallakóranir í svo við tölum fullorðskóra líka. Af því að nú var lokað ritgerðin mín úr LHÍ var líka kóra og Sigurður Eyjólfsson Birkis, söngmálastjóra og þar við talaði við heldri borgar út á landi sem að hafa verið í kórum. Og þau voru kvart yfir því að kallakóranir er að stela öllum köllunum. Það er bara allur bærinn, all hveragerðir í kallakór. Þannig að þetta virðist koma á eldri árum að syngja Brenniði vitar og svona. En þetta er minna á úlingsárum en það er líka bara við þurfum líka bara að kenna sjálfum okkur að það er alltaf lægi að vera, vilja vera í kór en ekki fótbolta. Við megum vera í báðu, við megum gera það sem við viljum, við megum vera í listum og það er út úr þægindaramanum en það er svo sjálfsagt að strákar og öll kyn fari í kór. Og Kársnesskóli hefur náttúrulega gert þetta svo vel þar sem það er bara skylda, það eru allir í kór. Já, skylda. Sama hvaða kyn þú ert. Er ekki Laugarnesskóli líka með einhverja svona fasta söngtíma eða var það ekki eða eitthvað? Það er alltaf einn og einn skóli. Ég veit bara allan að Kársnesskóli er með alla frá 1. upp í 10. bekk, þú ert í kór. Ég held að það væri það eðlilegast í heimi þar til ég byrjaði í menntaskóla. Þannig að það skiptir svo miklu máli bara hvernig menningin er að það þurfa að vera Var engin söngur í menntaskóla hjá þér? Jú, ég fór í MH. En það kynnti og MIT, þannig að jú svolítið mikill en ég kynntist því þegar ég kynntist krökkum frá Reykjavík og ég fór að tala að mér finnst svo sjálfsagt og ég saknaði svo að vera á kóravíkum í stundatöflinni og þá byrjuðu krakkar að segja mér fékkstu val í grunnskóla kór og ég skildi ekkert ég var bara, nei bara í kórtímum, í tónmennt og kórtímum og þá komst ég að það eru meiri krakkar sem að fá ekki tónmennt og mér finnst það bara afleitt því að þetta er í alvörunni í Kópavogsheilinu mínum er þetta eins og að segja mér já nei, barnið mitt fer ekki í íþróttir. Þetta hefur stundu verið umræðefni við þetta rauðaborð og gerðir þetta þættir, þetta er auðvitað afleitt það vantar alveg rosalega mikið á tónmenntakennurum og að láta börnin syngja daglega. Við erum ekki að tala klukkutíma, bara þó það var ekki nema 10 mínútur. Nei, en hérna nú eru nokkri dagar fram á kosningum og er ekki hægt að svona fyrir ykkur sem eru með ákveðna hugsjón getið ekki herjað á einhverja stjórnmálamenn og rukkað á svör og hérna sett málið á dagskrá núna. Já, og atkvæðin okkar eru til sölu. Fram á kosningum. Sá sem býður best, það er okkar atkvæði, ekki bara að segja það. Jú, ég vil að láta þá heyra það. Já, og líka bara... Við erum búin að reyna. Líka bara þessi sama gamla klísja. Við erum ungmennin okkar. Ungmennin okkar eru að mörguleiti týnd, hrætt núr í fædd 2003, afskaplega stutt síðan ég var ungmenni ef ég telst meiri segja en þá sem ungmenni. Ég myndi nú kallaði það. Já. Svo vil ég neymenda mín að segja að ég sé afskaplega gömul. Ég er með hvað ég eigi mörg börn. Ég er barn. En nei, að við erum ungmennin okkar. Við þurfum að rækta ungmennin okkar. Ég skil alveg að það er afskaplega mikilvægt allt annað á Íslandi og þetta þarf alltaf að virka, þetta þarf alltaf að ganga. En við göngum ekki neitt ef ungmennin okkar er ekki að lifa dafna eins vel og þau mögulega getu og ég hlakka svo til að sjá hverjir í þessu framboði munu leggja áherslu á
ungmenni og munilega áherslu á að rækta framtíðin okkar ekki bara í fullorðins orðum og vettvengum heldur líka bara í uppeldi barna og fjármögnum til tónlistar af því að við þurfum allt til þess að funka. Við erum vél sem að þarf öll hjólin til að snúast og ef að börn ekki fá tónmennt í grunnskólum þá sjáum við það í tölunum í samkennd og í lestrarhraða. Það hefur áhrif. Við þurfum líkamlega heilsu, andlega heilsu og við þurfum að fá að læra. Og ég vona svo innilega að það fái að fara á forgrunn núna og vera fremst í okkar málum að efla okkar börn, okkar ungmenni. Ritmaþjálfurinn skiptir nefnilega svo rosalega miklu máli hvað varðar lestrarþjálfun. Og þú, hvað er betri og það er svo skemmtilegt að syngja í kór og klappa og stappa og vera í kroppaklapp og leið ertu að rækta þetta, þú ert að hjálpa til við lesturinn. Og kroppaklapp, er það ekki bara alltaf meira og minna góðu hugmynd? Jú, Reitt minn. Já, í söngsal hjá mér, allir í kroppaklapp. Bara fullorðna fólki sem er veit með það. Börnunum finnst þetta ekkert mál. Þetta er bara tölvuleikur, bara gaman. Frábært að fá ykkur í heimsókn og ég takk hérlega fyrir spjallið og gaman að ræða þessi mál við ykkur og ég vona að kóramótið mikla það takist sem best og ég vona að ykkur gangi betur en hefur verið hingað til að fjármagna þetta ævintýri. Takk fyrir það. Lifi tónlistin. Áfram. Lifi söngurinn. Já. Ásta Magnúsdóttir og Lára Rut Klausen slá botnin í dagskrá kvöldsins með mér hér í kvöld. Við minnum ykkur, kæru hlustendur áhorfendur, á það að á morgun er engin dagskrá hjá okkur. Það er ekkert rautt borð annað kvöld vegna þess að þá er sumardagurinn 1. Þannig að hér verða endursýningar hjá okkur. En á föstudaginn förum við svo í beina útsendingu klukkan 16 og á laugardagsmorgni helgi spjall vikunnar, ansi spennandi. Ég ætla aðeins að geyma það að segja ykkur frá því hvers þið megið vænta. Síðan úrval og bræðurnir Gunnar Smári og Sigurjón Magnús Egilsson verða með þjóðmála þáttinn Synir Egils á sunnudag. Mögnuð dagskrá framundan, takk fyrir að fylgjast með okkur í kvöld. Ég vil líka þakka öðrum gestum okkar, tæknifólki og öllum veljónurum og minna þig á það ef þú hefur oft velt í fyrir þér að styrkja samstöðuna en hefur ekki komið í verk að það er hægðarleikur og kostar þig aðeins 2.750 krónur að líta við á vefslóðinni samstöðin.is, finna hnapp þar sem ástendur áskrift, haka þar við og 3-4 rafrænar snertingar og þá hefur þú gert þitt til þess að tryggja það að við höldum áfram að búa til dagskrá fyrir þig. En þetta er gott, vetrinum er lokið, sumarið kemur á morgun. Takk fyrir veturinn, verið sæl.